Kæru vinir, ég heiti María og heilsa ykkur með kveðju Páls postula og félaga hans í upphafi fyrra Korintubréfs. Þar segir: Við heilsum söfnuði Guðs allt land, þeim sem Guð hefur helgað í samfélagi við Jesú Krist og kallað til að lifa heilögu lífi. Við heilsum einnig öllum þeim sem allstaðar ákalla nafn drottins vors Jesú Krists, sem er þeirra drottin og vor. Og svo kemur þessi kveðja sem við þekkjum svo vel: náð sé með yður og friður frá Guði föður og drottni Jesú Kristi. Amen. Á þessum sérkennilegu tímum finnum við til vanmáttar okkar gagnvart því sem við fáum ekki stjórnað. Veirur og vont veður hafa sett mark sitt á þennan vetur og þá erum við minnt á það að líf okkar er í hendi Guðs og þar erum við örugg sama hvernig allt veltist. Mér langar að deila með ykkur orðum Jesú úr 12. kafla Lúkasar Guðspjalls, þar sem hann segir við lærisveina sína: Það segi ég yður, vinir mínir, hræðist ekki þá sem líkamann deyða og fá að því búnu ekki meira að gert. Er ekki 5 spörvar seldir fyrir 2 smápeninga og þó gleymir Guð engum þeirra. Hárin á höfði yðar eru jafnvel öll talin. Óttist ekki, þér eru meira verðir en margir spörvar. Og Jesús heldur áfram: Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufull lífiðar, hvað þér eigið að eta, né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Lífið er meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin. Hyggið á hröfnunum, hvorki sá þeir né uppskera, eigi hafa þeir forðabúr eða hlöðu og Guð fæðir þá. Hve miklum mun eru þér fremri fuglunum. Og hver yðar getur með áhyggjum aukið spönn við aldur sinn. Fyrst þér nú orkið ekki svo litlu, hví látið þér allt hitt valda yður áhyggjum. Hyggið að liljunum, hversu þær vaksa, hvorki vinna þær né spinna, en ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo grasið á vellinum sem í dag stendur en á morgun verður í ofn kastað, hve miklu fremur mun hann þá klæða yður, þér trúlitlir. Hafið ekki hugann við það hvað þér eigið að eta og hvað að drekka og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingjar heimsins en faðir yðar veit að þér þarfnist þessa. Leitið heldur ríkis hans og þá mun allt þetta veitast yður að auki. Og áfram heldur Jesús í sama kafla, 12. kafla Lúkasar Guðspjalls: Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Seljið eigur yðar og gefið ölmusu, fáið yður pingjur slitna ekki, fjársjóð á himnum þrýtur ekki, þar sem þjófur fær eigi í nánd komist né mölu spillt. Því hvar sem fjársjóður yðar þar mun og hjarta yðar vera. Já, þannig segir Jesús. Og þessi orð Jesú til vina sinna eru orð til okkar. Jesús hvetur okkur til þess að vera ekki hrædd. Guð gleymir engu okkar, segir hann. Já, vel höfðin á hár okkar eru talin, eins og Jesús kemst að orði sem myndlíkingu óendanlegan og ómetanlegan kærleika Guðs og umhyggju til okkar. Svo heyrum við orð sem við heyrum líka og þekkjum úr fjallræðu Jesú í Matteusar Guðspjalli, orðum að vera ekki áhyggjufull líf okkar og afkomu, því að lífið er meira en fæðan og líkaminn er meira en klæðin. Og hér býður Jesús okkur að horfa á hrafnana, sem er mjög skemmtilegt dæmi fugla himins, sérstaklega fyrir okkur hér á Íslandi, bæði í borg og dreifðari byggðum, alls staðar eru hrafnar. Hrafnarnir eiga sér engan varasjóð. Þeir lifa því sem þeir finna eða viðgefu þeim frá degi til dags. Guð fæðir þá, segir Jesús. Og áhyggjurnar lengi ekki líf okkar. Þvert á móti, áhyggjur, kvíði og streita eru líklega til þess að stytta líf okkar. Því slíkt ástand, einkum ef það er varanlegt, hefur slæm áhrif á heilsu okkar. Og í einhverjum handritum, eins og sjáum á
biblíuappinu eða í biblíunni sjálfri þá er gefin önnur þýðing. Þetta er þýtt sem að auka spönn við hæð sína. Það finnst mér svolítið skemmtilegt. Það er mjög skýr ábending gagnsleysi þess að hafa áhyggjur. Við getum ekkert stækka okkur sjálf með áhyggjunum. Því að bara einmitt þvert á móti að þegar kvíðinn leitar á okkur þá hættir okkur til að síga saman. Við minkum frekar en hækkum. En í traustinu til Guðs getum við borið höfuðið hátt og fundið okkar fullu mennsku. Því að það áhyggjurnar, það er bara að minnka og stytta lífið. En hvað er þá til ráða? Við vitum þetta alveg, en hvernig við bregðast við þessu? Til ráða er að taka Jesú á orðinu. Kvíðið engu, segir hann. Kvíðið engu en leitið ríkis Guðs. Og hvað er þá þetta ríki Guðs? Páll postuli segir okkur í 14. kafla Rómverjabréfsins að ríki Guðs sé ekki matur og drykkur, heldur réttlæti, friður og fögnuður í heilögum anda. Leitið réttlætis, leitið friðar, leitið fögnuðar í heilögum anda. Leita fagnaðar í heilögum anda. Það er verkefni dagsins. Réttlæti, friður og fögnuður. Og það er okkar bjargráð á þessum tímum sem öðrum erfiðum tímum. Við höfum tekist á við ýmislegt. Við komumst líka í gegnum þetta. Og allt þetta er fólgið í trú okkar á Jesú Krist og traust til Guðs föður. Réttlæti, ef við byrjum á því, það er ekki okkar verk. Það er lausnarverk Jesú. Efesusbréfinu öðrum kafla segir, af náð eru þið hólpin orðin fyrir trú. Þetta er ekki ykkur að þakka, það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs, sköpuð í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Þannig segir í Efesusbréfinu. Já, í Jesú Kristi sem er réttlæti okkar getum við gengið fram í góðum verkum. Til dæmis eins og þeim að gæta vel að sóttvörnum, bæði okkar og annara, og vera til staðar fyrir þau sem er í veikri stöðu á ýmsan hátt. Og svo er Jesús Kristur líka friður okkar. Jesús er réttlæti okkar og hann er friður okkar. Og í honum getum við átt hugarró, innri frið sem enginn og ekkert getur frá okkur tekið, eins og við erum mynd á í 12. kafla Rómverjabréfsins, sem við þekkjum svo vel mörg. Ef Guð er með okkur, hver er þá á móti okkur? Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin syni, heldur framseldan fyrir okkur öll. Hvort myndi hann ekki líka gefa okkur allt með honum? Og svo er talað Jesú Krist sem er dáinn, en ekki bara dáinn, heldur upprisinn, og hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir okkur. Jesús Kristur biður fyrir okkur, segir Páll þarna. Og það er dásamleg mynd og gefur okkur mikla hugarró og mikinn innri frið að sjá fyrir okkur bæn Jesú á himnum. Og svo heldur postulinn áfram að það er ekkert sem getur gert okkur viðskila við kærleika Krists. Engin þjáning, engin þrenging, ekkert. Og svo segir hann allt þetta sem að telja má upp, allskyns sem að við höldum kannski geti gert okkur viðskila við kærleika Krists, kærleika Guðs í Kristi Jesú. Ekkert að við getur það. Við vinnum fyllsta sigur í krafti hans sem elskað okkur. Já, Jesú Kristi sem er réttlæti okkar og friður okkar getum við því átt fögnuð í heilögum anda sem er þriðja einkenni Guðs ríkis. Jesús segir í Jóhannesar Guðspjalli, þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu, anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á mótunum því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlaus. Ég kem til yðar. Orð Jesú úr 14. og 15. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Já, kæru vinir, á þessum grundvelli getum við hvílt kvíðalaus. Við leitum Jesú og allt þetta veitist okkur. Dveljum í nærveru Guðs, temjum okkur að staldra við oft yfir daginn, þó ekki sé nema í 1 mínútu, til að finna og skynja nærveru Guðs. Frið Guðs sem er æðri öllum skilningi,
friðin sem varðveitir hjörtu okkar og hugsanir í Kristi Jesú. Og lokaorðin eru frá Jesú, Lúkasaguðspjalli 12, vert ekki hrædd litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefiðu ríkið. Já, við erum ekki hrædd. Göngum óhrædd fram í réttlæti, friði og fögnuði heilags anda, finnum þann fjársjóð hjartans sem enginn og ekkert getur frá okkur tekið. Góðar stundir.